Virðulegi forseti. Hér talað um vönduð vinnubrögð og við Íslendingar getum verið stoltir yfir því hvernig við tökum á móti flóttafólki sem valið hefur til landsins á hverju ári og áætlað kostnaður vegna þess á þessu ári 431 milljónir króna. Flestir aðlagast vel og mikilvægt að fólk aðlagist samfélaginu og verði þátttakendur í atvinnu- og menningarlífi. Hælisleitendur er annar flokkur flóttamanna sem stöðugt sækir til landsins og er samansettur að mest af ungum karlmönnum sem koma hingað vegabréfalausir. Með nýsamþykktum lögum um útlendinga eru skilaboð Alþingis skýr til þessa hóps og að skila sér. Árið 2014 var fjöldi hælisleitenda 175 en áætlað að fjöldi hælisleitenda verði 700 á yfirstandandi ári eða 98% aukning frá fyrra ári. Dvalargjöld hælisleitenda sem ekki fara úrlausn mála sinna er 7.800 kr. á dag eða 234 kr. á mánuði, 2,8 milljónir á ári, en lágmarks ellilífeyrir er þessa dagana 212.766 kr. Samkvæmt fjárlögum eru settar 640 milljónir í aukafjárlögum eru 640 milljónir til Útlendingastofnunar vegna hælisleitenda en fyrir voru 556 milljónir en samtals á þessu ári 1.200 milljónir. Virðulegi forseti, 1.200 milljónir er eins og myndi kosta að reka skurðstofu og heilbrigðisstofnun Suðurlands á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum en þar er engin skurðstofa eða fæðingarhjálp að hafa. Kostnaður vegna hælisleitenda hækkar frá árinu 2011 úr 60 milljónum í 1.200 milljónir árið 2016. Á síðustu 3 árum hefur lögfræðikostnaður innanríkisráðuneytis vegna hælisleitenda verið 174 milljónir króna og aukafjárlögum er bætt við 55 milljónum í þennan lið. Virðulegi forseti, með nýjum lögum um útlendinga hlustuðu Íslendingar ekki á reynslu nágrannaþjóða okkar. Í þessum sal er talað um vönduð vinnubrögð, þarf það ekki líka í þessum málaflokki? Já, herra forseti, mér er lítt skemmt að koma upp á eftir þessari síðustu ræðu og maður spyr sig hvaða tilgangi á svona málflutningur að þjóna og útmála það hversu hratt útgjöld séu að aukast vegna þess að við á okkar litla leyti erum að takast á við þann risavaxna vanda sem við er að glíma varðandi flóttamenn og landlaust fólk veröld víða. Það hefði verið nær að ef hæstv. Þingmaður hefði talað þetta úr hinni áttinni. Er þetta nýi talsmaður Sjálfstæðisflokksins í þessum málaflokki eftir sigur í prófkjöri í Suðurkjördæmi og hafandi fellt Unni Brá Konráðsdóttur sem að talaði nú með talsvert öðrum hætti þessi mál? Forseti, enginn málflutningur er eins ömurlegur og forsmár eins og að stilla saman tveimur hópum samfélagsins gegn hvor öðrum í staðinn fyrir að horfast í augu við ástæða fyrir því að þeir sem eru aldraðir, veikir eða öryrkjar þurfa að búa við erfið kjör. Það er bara hreinlega léleg forgangsröðun í þeim auði sem við eigum sameiginlega hér. Sá þingmaður sem hér talaði áðan, hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson, hans málflutningur er nákvæmlega eins og málflutningur þeirra sem vildi ekki taka á móti gyðingum í neyð og sendu þá til baka. Mér er svo gjörsamlega misboðið að hlusta á svona málflutning og svo stórkostlega misboðið að þetta sé maður sem er hér inn á Alþingi fyrir einn af stærstu flokkum landsins. Mig langar því að spyrja aðra þingmenn Sjálfstæðisflokksins hvort að þetta sé almennt hugarfar á þeim bæ.